Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl eftir og velkomin á Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað til að ræða strætó sem að ég undirgekkst ykkur skonar breytingar í dag eru Sanna Magdalena Mörtudóttir, Hildur Embla Ragnheiðardóttir, stuðningsfulltrúi og Laufey Lindahl Ólafsdóttir, tækni snillingur og blöðsnúður. Hæ, velkomin. Hæ. Strætó farin í svona skrefum, skilst mér núna, í svona miklar breytingar og það svona verið að straumlínulaga þjónustu og þannig hún bara höfði til fleiri og sé betri fyrir þá sem fyrir nota þessu þjónustu. Þú kannski ert meira inn í þessu, Sanna. Já, það þjónustuaukning sem að tók gildi í gær 17. ágúst og þetta felur í sér að það verið að auka tíðni á leiðum, þannig að það eru svona leiðir sem eru sem strætó og farþegar nota mikið, fara sem sagt úr kortersfresti yfir í 10 mínútur á svona háannatíma, sem flestir eru í strætó og komið sér til og frá vinnu. Og svo utan háannatíma þá verið að breyta tímanum á leiðum sem fara þá aka oftar á kortersfresti í staðan fyrir hálftímafresti og pælingin alltaf með þessu er að við séum að taka skref í átt að því að fólk geti dálítið, farið út á stoppistöð og að það viti að það sé stutt í næsta vagn. Því það er svo mikilvægt þegar maður er að tala við fólk sem notar ekki strætó að staðaldri að það er ekki kannski til að setja sig inn í alveg tíma áætlunina og lendi því kannski að missa af strætó eða þú varst nokkrum mínútum og seinna og sé cirka, hálftími í næsta vagn eitthvað svoleiðis. Þannig að það þarf þetta einmitt að hafa þessa reglulega tíðni þannig að þú getur aldrei treyst á það bara ég mista strætó en það er stutt í næsta, ekki bara eitthvað svona ætla ég að sitja þetta út í 25 mínútur og biðja eftir næsta vagni. Og svo er líka verið að auka þannig að vagnar eru að aka lengur á kvöldin, þannig að síðustu vagnarnir eru svona að skila sér endastöðu svona vel eftir miðnætti, þannig að þú getur verið áfram á ferðinni á kvöldi til og síðan eru einhverja leiðir sem fara úr pöntunarþjónustu. Þetta eru svona minni vagnar, það er svona kannski ekki mikil notkun, en fólk er samt að reiða sig á þessa þjónustu, þannig að þá þarfst ekki lengur að hringja á kvöldin og helgar fyrirfram til að panta í rauninni þá þjónustu, heldur fyrir þetta bara inn í tímatöflu, þannig að meira þetta bara gera ráð fyrir því, ég ætla að ná þessum vagni klukkan þetta. Og það er auðvitað bara mjög mikilvægt. Ég sem strætóisti og sem borgarfulltrúi og hefur lagt mikla áherslu á að við bætum strætó og þetta er auðvitað bara mjög gott stórt skref, myndi ég segja, að sé verið að bæta þjónustuna, en það þarf auðvitað bara alltaf að vera í tengslum við strætófarþega og hlusta á það sem þeir eru að kalla eftir hvernig þurfum við að bæta þjónustuna, af því ég held að þurfum við þetta traust til þess að fólk sé tilbúið að leggja bílnum ef það er á bíl til þess að fara að nota strætó oftar. Embla, þú notar strætó mikið og ert með börn. Já. Hvernig horfa þessi breytingar við þér? Ég er bara mjög ánægð því að, mér finnst þetta bara búið að vera fáránlegt á hálftíma fresti strætó yfir daginn. Hvað á fólk að gera ef að það er að gera eitthvað, þarf að fara eitthvað yfir daginn og svona. Þetta slítur svolítið svona dagskrána í sundur alveg. Taka 150 mínúna pásu í vinnunni í staðan fyrir 60 til 90 mínúna pásu. Þetta er bara, þannig bara æðislegt að vera búin að fá þetta aftur svona þegar SVR var alltaf á kortersfresti á daginn. Mjög ánægð með að þetta sé að koma aftur. Já, þannig þetta er eiginlega svona breyting tilbaka, svona með ykkurum hætti. Já. En þú hefur reytti mikið á strætó. Hvernig hefur það gengið svona framina bara með krakka og allt sem þeim fylgir? Yngsta er endur að verða 18 núna en ég bjó upp í Árbæ og mér fannst alltaf þjónustan verða verri og verri. Það var alltaf verið að taka út eitthvað og svona að endaði með að börnin mín hætti í tónlistarskóla Árbæðar og Breiðholts af því að það var í Breiðholti og við byggum í Árbæ. Og það var bara mjög léleg tenging á milli. Samt svo stutt á milli eitthvað? Já, þetta er að vera með klappi komið að labba yfir Elliðaárdal og taka strætó þar niður í Breiðholtsskóla. Það tók styttri tíma heldur en 25 minútur að labba yfir Elliðaárdal. Í staðan fyrir að taka strætó og skipta og þá var strætó alltaf nýfarin upp í Breiðholt. En ég var svo líka bara komin á bíl
að lokum, en ég er búin að ná að flytja svona miðsvæðis núna, þannig að af því að ég get gengið rosalega mikið það sem ég þarf að komast, en núna get ég farið að ferðast meira svona. Getur kíkt í heimsókn í Árbæinn? Já, ég get kíkt í heimsókn í Árbæinn og bara komið frelsi aftur. Já, æðislegt. Af því að, já, mér fannst ég ekki geta... Leifi, þú notar strætó reglulega? Já, reglulega, kannski ekki alveg reglulega, en en ég sem sagt hef aldrei átt bíl. Þannig að þannig ég hef búin að nota strætó núna í 40 eitthvað ár sjálf. En sem sagt, það var einmitt eins og Embla var að benda á áðan, þá er þetta náttúrulega í raun og veru, sko, við vorum náttúrulega með strætókerfi sem var einmitt. Strætó var bara alltaf á kortersfresti yfir daginn og gekk fram til 1 á nóttunni, sko. En það er náttúrulega búið að taka af okkur svo mikla þjónustu á undanförnum 2 áratugum eða svo. Þannig að sko í raun og veru erum við að fá aftur bara það sem við, þannig að ég veit ekki alveg sko hvort að maður tekur þessu fagnandi að sjálfsögðu vegna þess að kerfið er náttúrulega búið að vera bara mjög erfitt undanfarið, eiginlega bara síðan held ég að þessu var breytt. Það er svolítið svona óáreiðanlegt. Já, þetta er bara búið að vera, sko, einmitt þetta, strætó sig að hálftíma fresti, það er náttúrulega bara einhvers konar klikkun, sko, að einmitt, vera að hlaupa á eftir strætó og hann er farin og þú þarfst að bíða í hálftíma. Þá ertu náttúrulega orðin hálftíma og seinna og þannig staðsögu ætlaður og þannig að mér finnst það mjög gott að sé verið að vinna í það átt að maður getur bara að labba út á stöð og hann kemur innan skams eins og við þekkjum ég búið í London eins og ég veit að þú hefur líka þá bara labba maður út á stöð og hann kemur bara eftir einhverja mínútur, sko. Og svo bara kemur eitt strax á eftir. Og svo komaður ferðast oft í hópum, sko, þannig að það er alltaf gallar á stað, sko, en þú veist, bara ef þú veist að þú þarf bara að fara út og bíða kannski einhverja mínútur, þá er það náttúrulega strax bót í máli vegna þess að ég hef oft lent í því að þurfa hreinlega að taka leigubíla því að bara þetta fungerir ekki, sko, upp á tímasetningar og annað, sérstaklega maður þarf að fara eitthvað með stuttum fyrirvara. En hvernig, svona, þegar það er verið að laga þessa þjónustu, er verið að breyta eitthvað, þú veist, þessum leiðum, af því að ég tek svolítið eftir því að fólk kvartar undan því að það séu svo langar oft, það er að fara kannski, þú veist, svona króka inn í ákveðin hverfi, svona stoppleiðir og fólk er að endar með að setja kannski klukkutíma í ferð sem ætti að taka 20 mínútur eða eitthvað svoleiðis. Stendur eitthvað til að breyta þessu? Sko, það sem er að koma núna er þjónustuakrein fyrir leið númer 4, Fjarkan. Ég held ég ekki að fara með rangt mál, ég tek Fjarkan ekki oft, en jú, það er Fjarkinn. Þannig að verði svona, hvað segir maður, forgangsakrein í rauninni á Kringlumýrabraut sem eru verið að þróa hana núna. En þetta með sko að breyta í rauninni leiðinni, það er kannski meira eitthvað sem er svona stöðugt í skoðun og þá brugðist við ef að þess þarf og stundum hefur maður alveg heyrt að ákvarðanir eru teknar og strætó farþegar kannski bara eitthvað nei, við vildum akkurat fá öðruvísi breytingu. Já. Þannig ég held að sé einmitt mikilvægt, þú veist, að skoða þetta ekki bara út frá einhverju svona tímatöflu og hvort að leiðir síðan á að jafna tíman heldur líka bara, hvað eru farþegarnir að segja og líka einmitt hvað eru vagnstjórarnir að segja því þeir eru auðvitað með dýrmæta innsýn sem að mætti eftir vill hlusta meira á þegar að vera að skipuleggja kerfið. En þetta er aðalega núna bara, þú veist, einmitt draga tilbaka þessa þjónustu skerðingu núna sem að tekur gildi og ég vona bara að það ég vona að sko í fyrsta lagi að þetta verði gott fyrir fólk sem treystir að strætó en í öðru lagi væri náttúrulega frábært ef að fleiri myndi treysta sér í það að nota strætó því að þetta bara, þú veist, í fleiri sem er í strætó því minu umferð því hraðar og fljótara áfangastað komast við öll en það er kannski langt í land með við náum því en já, það er aðtökulsvert að sjá Er þetta svona fyrsti liður í borgarlínu? Já, þetta er í rauninni hægt að líta á þetta sem svona innleiðing að því, þú veist, tíðari ferðir oftar já, bara betri strætó í rauninni. Já, ég held að þetta sé líka sko ef ég maður kom inn á þetta með sko notkunnina að þú veist, þegar þú ferðast til annara landa, til annara borga, þú veist, þá ertu náttúrulega bara að taka almenningssamgöngur og þær fungera. En ég meina þegar eins og erlendi ferðamenn eru að koma hingað, þeir geta náttúrulega eiginlega ekkert notað kerfið. Af því að það er bæði óskiljanlegt og óáræðanlegt og þú veist, fyrir aldrei einhvern veginn, þú
þú veist, það eiginlega allt í þessum stoppleiðum, þú veist, en litlu göturnar eru út undan. Þannig að hérna, þeir eru meira að taka einmitt bílaleigubíla og leigubíla sem eru örugglega gríðarlegt álag á hérna gatnakerfið. Þú veist, það sé svona margt fólk sem hefur ekki íslensk hérna ökuskírteini, þú veist, og er ekki vant að keyra hérna, er í umferðinni á sama tíma. Þannig að hérna, mér finnst þetta einmitt líka bara, þú veist, þetta snertir svo mörg mál einhvern veginn, þú veist, að hérna bara þessi einfalda sem manni finnst breytingi, þetta er náttúrulega heilmikið örugglega að framkvæma, en hérna þetta er bara svo, þetta leysir svo mörg önnur vandamál, hugsa ég, sko. Þú sammála þessu? Já, ég er einmitt að hugsa með einmitt allar stöðvarnar sem búið að taka niður. Þú veist, eins og ég bjó í hana Sólmum, þá var strætó þangað, það var strætó í Laugardalslaug og þú veist, og einhverju Kleffsvegi og svo var strætó sem fór í kringum þetta allt og svo var annar strætó í Smáibúðahverfinu. Nú er leið 14 að fara utanum öll þessi hverfi. Akkurat. Þú veist, það er eins og hann er alltaf á seinn. Já, og þegar ég var ekki skrítið, þú veist, þegar ég var að leita húsnæði einhvern tímann eða fyrir einhverjum árum, þá var ég með þess að ég get ekki flutt í gamla hverju mitt af því að það sökkar á góðar íslensku. Og ég bjó í Vesturbænum, það var alveg fullt af, þú veist, 30 jóðlúsinu. Það var alveg nokkrar leiðir sem að voru þar inn í Vesturbænum. Tvisturinn og þristurinn. Já, tvisturinn, einmitt, ég tók það oft, svo stutt að fara að labba upp í, þú veist, þristinn, fjarkan. Og nú veit ég ekki alveg hvaða strætóar eru, en það er að minnst kosti... 14. Er það 14 líka þangað? Já, hann fer að nota granda, sko. Já, 13 fyrir held ég utan. Já, hann fer hinum megin, þetta hjá Jóðhúsinu. En, þú veist, allar stöðvarnar sem voru þarna, þú veist, það er bara svona... En þá að styttaði mitt, það verði fleiri stöðvar sem er svona 400 metra eða minna. Þannig sést maður. Þú veist, já. Ég er ánægð með það að verði, af því að þá líka geta þeir sem eiga erfitt með gang frekar nota strætó. Líka bara strætó má alveg kosta, það er eðlilegt. Mér er svo óþólandi þegar að vera að tala um einhvern veginn strætó út frá eingöngu svona fjárhagslegri sýn, eitthvað svona já, það kom nú, þú veist, eitthvað svona tekjuhliðin er ekki nógu góð, það þarf þetta bara að fjárfesta í almenningssamgöngum svo að þær verði góðar, það er bara fullkomlega eðlilegt og sem er svo heilbrigt. öðruvísi fjárfesting, ekki satt hérna, það er þetta bara allt jákvætt við og ég meina við þetta þéttist byggð væntanlega og svona, þú veist, þetta er svona ákveðin þróun. Líka öryggisatriði, þú veist, að það sé hérna, þú veist, alltaf eitthvað að gerast á göttunum, sko. Já, þetta á ekki að vera hagnaðardæmi. Nei. Og ég er líka ánægð með að heyra, hvað er þetta ekki, Gufunes eða þar, þú veist, það var engin strætó. Hverfið sem áttu að vera bíllaust. Það var pöntunar. Já, bíllausa hverfið. Einmitt. Þú veist, maður bara sagði, þú veist, er hægt að hafa meira ræstni. Einmitt. Og það er líka, einmitt, sko, ríkið er að koma með meira fjármagn inn í núna, þannig það er þetta bara gott að sé verið að viðurkenna það og að það sé, hérna, Þetta er þjónusta. En hvað þegar ríki kemur svona með svona, já, hvað sterkara hætti inn í rekstustrætó, þýðir það eitthvað, ég meina, breytist eitthvað rekstra fyrirkomulag eða? Ég hef þetta áhyggjur af sko aukinni útvistun sem að mér er líklegt að verði dálítið svona krafa ríkisins í þessu og það er í rauninni eins og við erum núna með Strætó BS, það stendur fyrir byggðarsamlag, það eru allt sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu sem koma að þeim rekstri og það hefur verið helmingur er í rauninni fast ráðinn til Strætó BS, vinnur þá bara sem vagnstjóri Strætó, en svo er í rauninni búið að útvista cirka 50% af akstrinum sem þýðir að það eru önnur fyrirtæki sem útvega vagnstjóra og þau eru þá að fá öðruvísi laun og jafnvel verri laun og réttindi og kjör. Þannig að þó að það sé vagnstjórar að sinna sömu vinninni að þá eru það ekki að fá eins greitt. Þannig að mér finnst þetta bara okkur sósíalistum finnst eðlilegt að við séum ekki með útvistun í þessu og þetta er þetta eitt sem að mér líst ekki vel á við þetta þó að þetta allt hitt sé frábært að auka tíðni og bara svona vera með það markmið að bæta þjónustu Strætó en auðvitað er útvistun bara eitthvað sem við þurfum að tala meira í íslensku samfélagi og hvað hún er skaðileg, myndi ég segja. En þetta eru hversu margir vagnar? 25 vagnar til að byrja með og 100 svo á svona komandi árum. Svo las ég eitthvað staðar. Ég bara verða viðurkenna, ég man ekki alveg. Ég man ekki heldur, þannig að við skulum bara láta þessu hafi spurt. Ég held að ég hafi séð einhvers staðar 100. Já, þetta væri einmitt gert svona í skrefum.
En náttúrulega líka ef að það á einmitt að auka tíðni, þá það bara voðalega eðlilegt. En mér finnst einmitt hræðilegt að sé einmitt hvernig komið það fram með vagnstjórana. Þetta sé, þú veist, það sé verið að ráða minni, þú veist, að lægri launum. Og mér finnst þetta líka að þjálfa þá betur, þannig að þeir sé ekki bara alveg, og koma alveg bara, já, það eins og þessu komum bara og svo það bara skellt, já, þú ætti að kera þennan strætó og svo alveg bara, þú reynir bara að kera hann einhvern veginn. Þú veist, það því að vagnstjórar eru á heildinleiti bara allir mjög indælir, en það var allt í lagi að þeir fengið svona þekkingu á því hvað þeir eru að keyra og vissu til þess hvað skeifan væri og svona. Það ekki þeim að kenna. Nei. Þú veist, þeir fá bara ekki lágmarks þekkingu. Já, bara í framburði á hérna, að því að í svona útvistunum eins og við þekkjum og eru þetta mjög oft hérna undirboð frá erlendu vinnuafli og hérna og hefur auðvitað bara marg oft komið upp og komið upp mál þar sem að hérna já, það bara sannast hreinlega að þau eru að fá bara töluvert verri laun heldur en kollegar þeirra og allur aðbúnaður og utanumhald og annars slíkt, en hvernig mun borgin beita sér svona fyrir því að þetta verði ekki með strætó? Sko, það þetta bara dálítið held ég búið að gera ráð fyrir þessu út frá sko samgöngusáttmálanum sem var í rauninni undirritaður fyrir alveg einhverju síðan. Þá held ég að þetta sé dálítið bara svona sýnin og dálítið svona ófrávíkjanleg krafa, sko. En ég held bara að það sem að geta þetta gert bara að tala sem mest og reyna að samfara að fleiri með sér að við þurfum að vera öflug að tala gegn útvistun, en þetta bara eitthvað svona þegar að vera að semja við aðra aðila að stundum bara eitthvað sem, já, ekki að ná lengra með því miður, sko. En þetta bara, þetta nýtt, þú veist, það nýtt svona félag að koma og það þetta bara eins og spurningar sem vakna út frá því, þú veist, hvernig munum við tryggja aðkomu hérna kjörina fulltrúa og farþega, því mér staðið mjög mikilvægt að þau sem að nota kerfið og þau sem eru svona kannski forsvarið fyrir það geta einhvern veginn haft sitt að segja hlutina. Já, það verður nýtt félag utanum strætó þá bara á öllu landinu. Á höfuðborgarsvæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu, já, sérstaklega. Já. Og þetta svona, en þá, já, maður eftir að sjá nákvæmlega hvernig þetta verður. Útfærslunda og væntanlega lögin sem að já, svona verða til og í kringum hverju verið stjórn og annað. Akkurat. Þetta mjög spennandi, en hérna, munið eftir einhverju svona, bara einhverju svona góðri strætósögu, svona áður en ég hleyp ykkur út í daginn. Eitthvað, hafið þið lent í bara, ég veit ekki, kynst einhverjum strætó eða farið á skellum út í strætó? Maður alltaf að spjalla. Já, ofta spjalla. Félagslega strætó nefnilega mjög skemmtilegt fyrirbæri. Ég samlega því. Já, ég veit að amma mín einmitt fór alltaf svona margað strætó og bara fór að rúnda og fór svona hring með strætó og það vantar við þetta eldra fólk. Aftur í strætó, gamla fólki aftur í strætó og rúnda svona. Já, ég man eftir, ég gerði þetta með dóttu mína svona þegar ég átti kannski ekki mikið pening og okkur vantaði að eyða heilum degi. Þá var þetta svona, þá var þetta leikur að við svona hoppuðum inn í eitt strætó, fórum út eitthvað staðar og hoppuðum upp í næsta og bara svona fórum í ævintýri. Já, það var óvissuferð og tóku einmitt stundum alveg mjög undarlega beygur. En skemmtilegt samt. Það hljóma mjög skemmtilega. Svo er maður líka tekið strætói vitlaus átt svona. Allt annað. En þú veist, það svona, það reddast alltaf, sko. En hvaða aldurshópar, að því þú nefnir gamla fólki, hvaða aldurshópar þetta helst sem eru í strætó? Og þetta, þú veist, íslenskt millistéttafólk, þetta útlenskt fólk, nýir Íslendingar, þetta túristar eða bara skólakrakkar? Það svolítið misjafnt. Mér veist svona, sé nú ekkert voðalega margt hérna millistétta fólk. Nei, þetta rosa mikið bara, meira innflytjendur og krakkar innflytjendur og einmitt, þú veist, og svo veit maður þegar það er eldri krakka, það þá þeir sem fá ekki bílpróf og bíl í afmælisgjöf 17. Maður veldur fyrir sér, sko, hvert það, einmitt, að þetta er þessi hópur, hvert það haldist í hendur við að þjónustan sé ekki. Já, ég held að þjónustíðið mitt lækki af því að þetta er svona einhvern veginn maður fækja með svona einhvern veginn eins og nobody's takk í strætó og allt er niður í miðbæ eða þú veist allt niður í miðbæ og það er ekkert svona taka strætó á milli hverfa
sem á kannski eftir að lagast. Það hefur vantað svolítið mikið. Já, það bara, þú veist, fólki er bara að fara að vinna niður í bæinn og svo bara heim. Já, einmitt. Því ég man akkurat, sko, hérna talar strætórsögur að ég man að ég festist einhvern tíðan upp í Mjódd og komst ekki heim til mín. Þá var þess að strætó númer 17 sem ég hefði tekið í Mjóddina, hann hætti að ganga klukkan 7. Býtu og fór hann bara upp í Mjódd en ekki upp í Efrabreiðholt? Já, þú veist, nei, hann bara hætti að ganga. Það var bara engin strætó númer 17, bara hættir klukkan 6 eða 7. En yndislegt. Og ég festist upp í Mjódd og ég endaði að taka sko leið 2 en fattaði ekki að hann rúndar fyrst í Kópavoginn áður en hann fer niður á Grensásveg. Þannig að Númer 2, strætó númer 2. Já, það er ábyggilega lengsta strætóleið í heimi. Og hann fer svona hring, sko, þannig að ég vissi náttúrulega ekki, þegar ég var að taka hann úr Mjóddinni þá hélt ég að ég var að taka hann aftur niður á Grensásveg en ég satt í strætó í einhvern klukkutíma. Er það lengri leið heldur en Fjarki? Mér finnst það nefnilega mjög löng leið. Ég hef aldrei tekið Fjarkaneldi, ekki hennar nýja, sko, ég tók hennar gamla. Já, þegar það var á Klösshaug. Einmitt. Og Klepp. Já, ég á skemmtilega hann að sögu. Ég sá hann að það var stór pottur afslægt í Ormsson, þannig ég dreif með þetta í strætó, keypti í risapott og það var bara til sýningareintak eftir, þannig ég fekk ennþá meira afslátt. Ég var rosa ánægð með potti minn og mætti bara með hann í strætó. Og svo einhvern veginn svona ég að skoða súpu uppskriftir í símanum og lokið dettur af og rúlla niður tröppurnar eða stigan þegar að vera að stoppa og ég var eitthvað lokið. Þannig ég eitthvað svona hlaupandi út upp úr sætinu mínu að ná lokinu og ég bara, þannig ég kláraði alla ferðina að bíða með að skoða súpu uppskrift og var bara svona halda á lokinu og var bara eitthvað með pott og loka. Það finnst allum sko, en þú veist, það er margt fólk sem finnst mjög skrítið að maður sé að nota strætó og bara eitthvað af hverju ertu ekki komin á bíl. Þannig að það er eitthvað svona stimpill, þú veist, mér finnst alveg athyglisvert að vita hverjir er í strætó, þú veist, maður sér þessa fasta gesti sem eru kannski, þú veist, að fara í vinnuna og maður svona tekur eftir fólki úr hverfinu, en kannski er þetta eitthvað, þú veist, að því ég var alin upp við að nota strætó og mér finnst það alveg athyglisvert, þú veist, eru þá meiri líkur á að noti strætó á fullorðins aldri ef það er búið að venja þig við þetta eða eitthvað, ég bara veit ekki, mér finnst það athyglisvert. Að því þú nefndir Londonu mitt, það er, í London nota allir strætó og almenningssamgöngur og það er bara, þú stendur, það bara rennir enginn að keyra í borginni og bara eitthvað dýrt og vesen og það er bara auðvelt að hoppa inn og út og það er svo mikið breidd í flórunni í strætó. Neðanjarðarlestir og ofanjarðarlestir og strætó. Já, hvenær kemur neðanjarðarlest? Það er annar þáttur líklega. Já, kannski svolítið langt, já. Ég Björn Teitsson, hann vinnur á skipulagssviðinu í borginni, hann kom og var að tala með mitt bílarsar lífstíl við mig fyrir einhverjum, 2-3 mánuðum, ég veit ekki, tíminn líður svo undarlega og hratt að ég gæti verið að fara með flipur. En hann var allavega á þessu ári og hann var að segja mér frá það var gerð þjónustukönnun svona á ferðavenjum Reykvíkinga og hún var mjög athyglisverð og ég er með hana fyrir fram mig því að fólk er spurt sko annars vegar hvernig það ferðast í vinnuna og það er alveg sko stór meirihluti sem segist að fara bara 1 í bíl eða 2 í bíl eða þú veist og en svo þegar fólk er spurt hvernig væru helst til að ferðast í vinnuna þá svarar sko meir en helmingur að ýmist með almenningssamgöngum á hjóli eða gangandi þannig að það er sko þetta er það sem borgarbúar vilja þeir vilja ekkert endilega vera í bílunum sínum en það er bara búið að búa til eitthvað svona system sem að virkar bara ef þú ert á bíl og þannig að þetta hlýtur að vera gleðilegt og gott fyrir umhverfið eins og ég sagði bara, þetta kemur inn á svo mörg svið og ég held að þetta leysi bara ótrúlegustu vandamál sko. Ef það er bætt strætókerfið. Já, þetta breytir mörgu fyrir marga. Allavega. Það er rétturinn til að lifa bílaust. Já, einmitt. Þú veist, einhvað börnunum mínum það er endur mörg bílaust núna og 27 ára dóttir mín, hún ætla bara ekki að fá bílpróf. Nei. Bara tímið ekki, keypt frekar hús eða, þú veist, íbúð. Það er bara mjög skynsilegt. Það er bara mjög dýrt að reka bíl. Já, og ætti að vera óþarfi, þú veist, þegar við búum svona, við búum í, þú veist, borginni og það er verslan nálagt og já, einmitt. Bara þetta rölda. Það er náttúrulega gott að fá þarna litla hverfistrætó. Já, ég vil fá strætó aftur inn í hverfin eins og þarna í Sólum eða þú veist, þar bara
einmitt. Ekki þurft Geta að tekið fara- strætó heim úr skeifunni eða eitthvað inn í Já. hverfi, sko. Það væri náttúrulega draumur, sko. En hérna, við fögnum litlum sigrum að fá Já, allavega þetta aftur er tilbaka. fyrir hérna fólk sem að svona aðhyllist allavega mestuleiti bílusan lífstíl. Já. Þá er þetta bara gleði fréttir. Svo með fjarkan, einmitt, hann hættir að fara að beygja og fara niður Háaleitsbraut. En ég hef 11 er á sömu stoppstöðum, þú veist, þannig að ég get líka labbað það bara til lengra til að taka fjarkan, þú veist, þannig að það er líka bara alveg ágætt að fjarkinn sé ekki að fara þessa löngu leið. Og núna á kortisfresti. Já, þannig að þú getur bara að fara fram og tilbaka svo vilt. Já, þú bara, þú veist, það eru fleiri möguleikar, þú veist, það er ekki þessi eina stoppstöð, heldur, getur farið þangað. Akkurat. Við sagðum að því með því hérna, það er menninganótt helgina á laugardaginn. Það er auðvitað mikið rætt strætó því samhengi af því að það eru mikla lokanir í miðbænum. Hvar getur fólk séð allt það og er hægt að taka strætó? Ég mæli með að fara inn á bus.is og kynna sér bara mjög vel, þá er þetta skipuleggja sína ferð og bara slá inn, þú veist, hvaðan er maður, eða þú veist, skoða bara útfræði hvar maður verður, hvar maður á heima, hvernig maður ætlar að koma sér á milli staða. Og bara endilega kynna sér svona að taka smá rúndin á heimasíðunni annarkvort bus.is eða strætó.is. Þetta er alveg svona, ef maður er að fara í fyrsta skipti inn á síðuna, þá getur þetta virkað smá svona yfirþyrmandi. Þannig ég mæli með að skoða bara síðuna og maður kemst upp á lagi með þetta, skoða tímatöflunar og já. Ekki klappið. Klappið, já, það sé ekki notenda. Já, þú stingur ekki upp á klappinu. Jú, eða þú veist, ég er bara svo vön að nota strætó.is, en það er líka þetta að nota klappið. Já, það er líka. Veist, ég fer ofta á Google Mappar að þú veist þegar klappið er alveg að gera mig vitleysa. Og nú er þetta komið líka inn í Google Maps, þess að strætóleiðnar, þetta fylgist með þar, það er nýtt. Það er nýtt. Já. Það er nýtt, minnst þess að þessi búið lengi. En annarkoð strætó.is, klappið, svona tilkynni sér þetta. Já, og það er bara... Takk kærlega fyrir að koma og ræða strætó. Það er greinlegt að þetta er að fara að breyta miklu og ég hlakka til að taka strætó með okkur. Takk fyrir. Þú ekki við því að það er meira hér handa við auglýsingar. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.